þau eru stöðugt að í rauninni þróa sig áfram í efninu. Og þau eru, finnst mér, að svona, ná meiri dýpt á efnið. Þau eru ekki að læra eins og páfagaukar fyrir einmitt eitt stórt lokapróf, heldur eru þau jafnt og þétt að vinna í efninu og við reynum svolítið að tengja efnið líka inn á bara almennan markað, inn á það hvernig nýtist okkur þessi vitneskja í lífinu. Fjarnemar sem að koma á stundanám hérna hjá okkur, við tökum þeim eins og hverjum öðrum nemanda og við reynum að setja námið þannig upp að það sé aðgengilegt fyrir fjarnemana, að þau hafi stöðugt aðgengi að efninu, þau hafa alltaf tækifæri á það að ná í mig í gegnum Teams, þau hafa tækifæri á að sækja staðtímana í gegnum Teams líka, því að ég er með það þannig og kennarar almennt hérna. Við erum með Teams-tíma leið og við erum með staðtíma, þannig að þau geta fengið aðstoð þar í gegn. Ég set verkefnið þannig upp að þau eru oft á tíðum með svona leiðsögn inn á Moodle, því að Moodle það er kennslukerfið okkar þar sem þau skila verkefnum og öðru slíku og þar set ég inn lifandi myndbönd og það hafa kennarar hérna mikið verið að gera. Nemendurnir geta þá horft á myndböndin aftur og aftur og aftur og aftur og ef það eru einhverjar spurningar sem sitja eftir, að þá hafa þau beint aðgengi að okkur þá í gegnum Teams eða tölvupóst.